Jæja, þá ætlum við að kíkja á hennan fyrsta kafla okkar í eðlisfræði og hann fjallar mælistærðir eða einingar, skulum við segja. Kafli 1. Ok, og ætlum að byrja að tala markverðastafi. Ok, markverðistafir. Það sem þetta gerir að þetta segir til nákvæmni ákveðnar tölu. Nákvæmni mælingar, eiginlega réttar sagt. Þannig að segjum sem svo að við ætlum að mæla vegalengdina frá F-MOS að bónus. Frá hurðinni aðaleinganginum við bónus, á F-MOS að innganginum við bónus. Og ef ég myndi láta ykkur giska að þá myndi maður kannski skjóta á, ég veit ekki, 300 metrar. Ætli sé ekki meira. 300 metrar. Einhver kannski myndi segja 400 metrar. Það var eitthvað í þessu nátt. Kannski myndi maður segja 350 metrar. Einhvers þar þessu bili. Nú, ef einhver myndi segja, herðu, já, ég held að vegalengdin sé 321 meter og 27 sentimetrar. Þá er það eitthvað bull, af því að það er enginn sem getur bara sagt eða giska út í loftið og sagt að fjarlægðin frá F-MOS, hurðinni F-MOS og hurðinni bónus sé svona rosalega nákvæm nema myndi fara með eitthvað svona málband eða eitthvað slíkt. Þannig að þessi er eiginlega ekki raunveruleg ágiskun, af því að þetta er allt of nákvæm tala miðað við aðferðina sem þú ert að beita. Þetta er miklu eðlilegra að segja 300 metrar, 400 metrar, 350 að þetta er ekki eins nákvæm tala. Ok? Og það sem er munurinn á þessum tölum eru markverðistafir. Fjöldi markverðistafa. Þannig að ef þú ert að giska eitthvað í bláinn, þá ertu með fáa markverðistafi. Ef þú ert með mjög nákvæmna tækni við að mæla eitthvað, þá ertu með marga markverðistafi. Þannig að ef við skoðum til dæmis, tökum dæmi. Tökum þessa tölu, 15.363. Þetta hefur 5 markverðistafi. Hérna eru 1, 2, 3, 4, 5 markverðistafir. Mjög nákvæm tala. Nú ef ég myndi segja að þetta veri 15.360, þá er þetta 4 markverðistafi. Þannig að passa ykkur því að fjöldi markverðistafa er ekki bara fjöldi tölustafana. Það er, ef það er 0 hérna aftast, að þá telur það ekki. Þannig að þessi tala sem er hún er ónákvæmari heldur en þessi sem eru uppi. Þar leiðandi eru með færri markverðistafi. Og ég get haldið áfram 15.400, þetta er með 3 markverðistafi. Þið sjá að talan er alltaf að vera ónákvæmari og ónákvæmari. 15.000, þetta eru bara 2 markverðistafir og svo framvegis. En þessi 0 geta alltaf ruglað mann, þannig að ef við tökum annað dæmi, segjum að við erum með 3024. Ok, munið þetta 0 hérna, ef það er eitthvað staðar inn í tölunni, að þá telur það sem markverðistafur. Það er bara ef að 0 er aftast, þá telur það ekki sem markverðistafur. Að því sjáu að þó þetta sé 0, þá er þetta frekar nákvæm tala, 3024. Og þetta hefur 4 markverðistafi. Ef ég væri með, segjum 500, þá er þetta 1 markverðistaf.
ok, segjum þetta séu 500 metrar, ok, það hefur 1 markvörðunarstaf, en ef ég myndi skrifa þetta sem kílómetrar, þá er það 0,5. Hvað er þetta margir markvörðunarstafir? Og sé að 500 metrar og 0,5 kílómetrar er nákvæmlega sama gildi, þetta er jafn nákvæmt. Þannig að 0,5, þetta hefur líka 1 markvörðunar tölustaf. Þannig að 0 sem eru hérna fremst, þau telja ekki. Þannig að ef ég er með tölu eins og 0,000036, þá hefur þetta bara 2 markvörðustafi. Það er þessi síðustu 2 hérna. Við gerum þetta ennþá flóknara og leiðilegra. Fyrirgefið ég meina skemmtilegra. 0,07034. Hvað hefur þetta marga tölustafi? Hérna er ég búinn að tróða 0 hérna inn á milli til þess að rugla ykkur í rýminu. Það er ekki 0 hérna fremst, þau teljast ekki. 0 aftast teljast heldur ekki. En 0 inn í miðjunni, þau teljast. Þannig að þetta er 1, 2, 3, 4 markvörðustafir. Ok. Nú, það sem þessi fyrsti kafli hann fer út í, það er líka varðandi kerfi. Það er að segja hvaða kerfi við erum að nota þegar við erum að vinna með mælingar. Og það er eins og pund og kíló, sentimetrar, metrar, mílur, fet og svo framvegis. En það er eitthvað til sem heitir SI-kerfið. Það er kerfi sem flest allir í heiminum nota, fyrir utan Bandaríkjamenn og Myanmar og eitt landi viðbót. Við erum með SI-kerfið sem er þá metrar, kíló og sekundur. Og í þessu er eitthvað sem heitir grunneiningar. Grunneiningar SI-kerfisins. Og þetta eigið þið að leggja á minnið, ok? Þannig að grunneiningarnar, það er til dæmis meter fyrir lengd. Það eru sekundur eða sekunda og það er kílógramm. Horfið á þetta, starið á þetta í nokkra sekundur og leggja þetta á minnið. Þetta eru grunneiningar SI-kerfisins. Þannig að til dæmis allar formúlur sem þið eru að fara að nota, allt sem er gefið á formúlublaðinu, þær miðast allar við að nota þessar einingar. Þannig ef ég er með dæmi og ég segi, það er eitthvað svona margir kílómetrar, breyta því í metrum. Ef það er eitthvað sem tekur margar mínútur, breyta því í sekundum. Ef það er eitthvað sem vegur tonn, breyta því í kílógramm og svo framvegis. Það er síðan í lesheftinu að þá er myndbönd sem tengist þessu, því ég er náttúrulega að lesa allt heftið yfir og skoða myndböndin sem er í þessu. Ég er bara svona stiklaður stóra. En það sem þarf stundum að gera í þessu er að maður þarf að breyta milli kerfa. Þannig að til dæmis ef við ætlum að breyta milli kerfa, þannig að við erum með til dæmis, ef við segjum 1 pund sé sama og 0,454 kíló. Það er spurt hvað er 184 pund mörg kíló. Og ég get sagt, já, pund, 1 pund hérna, jafngildir þessu hérna. Þannig að í staðinn fyrir pund, og þá get ég sagt 0,454 kíló. Þetta er það sama, 1 pund er sama á þetta hérna. Þannig að þá get ég reiknað út úr þessu bara 184 sinni 0,454 og þá er ég komið með kílóin. Nú, í eðlisfræðinni þá erum við ofta að vinna með mjög litla tölur eða mjög stóra tölur og þá er oft notuð forskeyti. Og algengasta forskeytið, förum hérna megin, algengasta forskeytið er K. Það stendur fyrir kíló. Kíló, þetta þýðir eða er jafngilt 1000. Kílógramm, kílómeter og svo framvegis. Síðan er líka til eitthvað sem heitir, þetta er lítið K, sínum til mega
og það þýðir milljón, til dæmis eins og megabæt, og síðan til eitthvað sem heitir gigabæt eða giga, og það þýðir milljarður. 300. Síðan getur maður líka fyrir hinn áttina og talað eins og milli, og það þá lítið milli, og það þýðir 1/1000, eins og millimetri eða millisekúnda. Og síðan til náttúrulega fleiri forskeyti sem þið getið fundið í kærunum. En það aldrei talað til dæmis, þessi forskeyti ekki alltaf notuð, til þess að tala pening. Man segir aldrei, já, þetta kostar 40 kílókrónur eða 2 megakrónur eða eitthvað slíkt, sko. En tökum kíkjum á eitt verkefni Það er til dæmis, núna rakst í símann, afsakið, að vera alltaf leið verð og því verið sjóveik. Eins og skrifum þessa eina tölu, 51.000 metrar er forskeyti. Og ég geti sagt að þetta sé sama 51 kílómetr. Að því í staðinn fyrir 1000, þessi 3-0, þá er komið þetta K. Í staðinn fyrir 0,05 sek, að þá geti sagt að þetta er 5 millisek. Því milli er 1/1000. Það er eins og að færa kommun 3 sæti. 1, 2 og 3. Ok. Hvaða meira eru við með Sýnur líka með veldisvísa. Því að maður er stundum með það stóru tölu að maður er ekkert að nota forskeyti. Þannig að tökum það eins fyrir hér. Veldisvísar. Þannig að dæmi veldisvísi er svo 5,3 sinnum 10 í 7. Þetta er sama og 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ekki sama 7. Maður sjá. Hérna er komman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já, þetta er sama. Þannig að tölum með veldisvísum alltaf skrifa svona, komman er alltaf eftir fyrsta stafnum og síðan bara kemur sinnum 10 og veldið er bara, hversu margar sæti þurfa að færa kommuna Ok. Nú, tökum eitt dæmi viðbótina. Segjum að við erum með einhverja skrítna tölu og við erum að skrifa þessa tölu með skrifum með 4 markverðarstöðum og með veldisvísi. Og með veldisvísi þá byrja ég bara að skrifa 5, ok, og við viljum fá 4 markverðarstafi, þannig að 5 er fyrsti markverðarstafan okkar, síðan kemur 4, síðan kemur 6 og núna þurfa að passa okkur. Það er ekki nóg bara að skrifa 7 og segja þetta gott heitið, heldur að fara að námunda þá þarna, og þegar hérna er 8 og þá verður að námunda þessa 7 upp í 8. Þannig hérna er ég komið 4 markverðarstafi, þá bæti ég veldisvísnum og þá þarf ég að sjá, ok, ég er með kommunu fyrir aftan 5-una, þannig að það er og ég er að færa kommunum 1, 2, 3, 4, 5, 6 sæti og þá er komið svarið